sorgartal. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Jesús, Jesús. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Þú læknar sérhver sár, þú þerrar sorgartár. Við lofum þig og Jesús. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Jesús, 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 Jesús. Oh, Jesús, ég nefni nafnið þitt.
Hann snart mig. Hann snart mig. Og friður fyllti mína sál, mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og hann gaf mér trú. Hann snart mig, hann snart mig, og frið fyllti mína sál. Eitthvað stórkostlegt gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og hann gaf mér trú. Ég var að syngja versin líka. Þjakaður af þungri, margir sem eru þjakaðir af þungri byrði í dag. Þjáður kvalir syndaleið, Kristur Jesús kom og hann snart mig, og kvölin lét þá frá mér leið. Hann snart mig, hann snart mig, og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig, hann gaf mér trú. Hvílík stund nú fann ég frelsi, þöggunin á Jesús minn. Lífið hefur leikið fyrir mig, og lof sér þér, nú ég Guð þinn. Hann snart mig, hann snart mig, friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og hann gaf mér trú. Hann snart mig, og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og hann gaf mér trú.
Jesús, ég lofa þitt nafn. Til þín hef ég augu mín fyll mig af þér. Jesús, ég lofa þitt nafn. Jesús, ég lofa þitt nafn. Jesús, ég lofa þitt nafn. Til þín hef ég augu mín fyll mig af þér. Jesús, ég lofa þitt nafn. Til þín hef ég augu mín fyll mig af þér. Ó Jesús, ég lofa þitt Amen. Nú tala Kitty til okkar og eftir þá höfum við drottningu brauðsins sem að stjórna líka. Hi. Come. We're going to pray. Talið íslensku? Nei. Ok. Við skulum biðja saman. Rétti út hendur og biðjiði fyrir þeim. Biðji Guð að gefa sinn frið yfir þau og þau megi læra af Jesú. Amen. Father, in the name of Jesus, we bless those wonderful children. Thank you for them. And help them to learn about you now. Amen. Amen. Okay. Já, einhvern tímann talaði um það að flýta sér inn í Guðs hús og út úr Guðs húsi aftur. Af því að það væri svo mikið að gera. Við bara komum svona aðeins til þess að, sýna lit. En spurningin
alltaf fyrir okkur hvað okkar, hvað segir enskan? Priority, hvað þá íslensku? Forgangur, já takk. Hvað okkar forgangur? En ég var að hugsa Jesú þegar hann í Lúkas 20:15 segir við lærisveina sína: hjartanlega hefi ég þráð að neyta þessarar kvöldmáltíðar með yður. Þannig að Jesús, þó svo hann væri sonur Guðs, þá þráði hann að eiga samfélag við ófullkomna menn. Og það sem langar aðeins að tala í dag þetta, það sem við kallum samfélag og maðurinn gerður fyrir. Guð skapaði mannin af því að hann vildi eiga samfélag við hann, og af því að við erum sköpuð í Guðs mynd, þá erum við eins. Þegar við eignumst fjölskyldu, þá þráum við líka að eignast börn. Það bara innbyggt í okkur af því að við erum sköpuð í Guðs mynd. Nú, Jesús, hann sagði þetta, já, með hjartanlega hef ég þráð. Nú á öðrum stað þá segir Jakob okkur í Jakobsbréfinu 4:5 að Guð, faðir okkar, faðir Jesú Krist, hann þráir með afbrýði andan. Hugsið ykkur, að á hverjum degi þá þráir Guð þann anda og eiga þetta samfélag í heilugum anda við okkur, sín börn. Og það er svo merkilegt með þetta samfélag. Sumir halda að við erum með hátíð núna sem að snýst eða vorum með á Íslandi sem snýst að nokkru leyti kynhneigðir og kynverur og allt það. En einhvern tímann sagði ég og segi aftur að menn geta keypt sér konu eða líkama konu, en þeir geta ekki keypt samfélag við hana. Það annað. Þannig að samfélag eitthvað miklu aðra, og það alveg sama hver kynhvötin kynhvötin í sjálfur sér veitir okkur aldrei hamingju. Við sjáum það, ég meina, ef að það væri að þá hefðum við enga hjónaskilnað ef að það væri það sem héldi hjónabandinu saman. Það samfélagið sem heldur hjónabandinu saman. Og þess vegna þetta samfélag svo dýrmætt. Og við ætlum að eiga samfélag við Jesúm Krist hérna á eftir. Við ætlum að eiga samfélag blóðans og líkama hans, og það bara sérstaklega heilög stund. Vegna þess að hann kemur og neytir með okkur. Hann sá okkur að gera þetta í sína minningu og hann yrði með okkur þegar að við gerðum svo. Í sambandi við samfélaga þá, ég ætla að gefa okkur bara nokkra ritningar í predikaranum, 4. kafla og 9. vers, að þá segir að betri eru 2 en 1, því að þeir hafa betri laun fyrir strid sitt. 12. versið: ef einhver ræðst á þann sem 1, myndu 2 geta staðist hann, og þrefaldan þráð torvelt að slíta. Þess vegna þegar 2 eða 3 koma saman í mínu nafni, þar hann, og það svo öflugt. Það samfélag sem ekki hægt að slíta. Og einhver sagði að kristið samfélag lykillinn að kristnu lífi. Kristið samfélag lykillinn af kristnu lífi, af hverju? Af því að við erum líkami. Biblían segir að kirkjan sé líkami. Og það tvennt sem hún getur ekki gert einn. Það að vera giftur og það að vera kristinn. Vegna þess að ef þú ert á eyju einhver staðar og hefur ekki séð mann í 40 ár,
að þá áttu samt samfélag við föðurinn, við soninn og við heilagan anda. En Biblían segir okkur samt að við erum líkami og hún segir að ef við göngum í ljósinu þá höfum við samfélag hver við annan. Þetta orð samfélag, það í grískunni kallað kononia, veit ekki hvort ég berði alveg rétt fram, kononia, einhvern veginn svona, og besta, það alls konar orð sem lýsa því og ég ætla bara að segja að besta lýsingin á því að þetta það nánasta samfélag sem til er. Þetta mjög náið samfélag og þetta samfélag sem heilagur andi gefur og ég man það í grunnfræðslunni okkar þá fengum við mynd af múrsteinum sem voru hlaðnir eins og við hlöðum múrsteinshús og það sement á milli og okkur var sagt að sementið væri kononia. Þetta samfélag sem bindur og límir hina kristnu saman. Við erum tengd þessum böndum og það sama hvert við förum í heiminu. Ég man alltaf þegar rétt eftir að ég frelsaðist, þá fór ég til Englands, þá var ég á togara, var í siglingum og líf mitt breyttist alveg 180 gráður. Áður hafði maður farið og fundið barina í Grimsby og þessum stöðum og Fleetwood, en nú fór ég að leita að kirkju. Og ástæðan fyrir að ég hef ákveðin texta hérna á skiltinu úti sem segir Guð veit allt um þig, hvað veist þú um hann? Það stóð á svona skilti fyrir utan kirkju í Fleetwood sem að ég fann. Og þetta var á þriðjudagskvöldi og ég fer inn og það bænastund. Og ég sess svona inn í bekk og ég var svona, feiminn og ætlaði nú ekki helst að tala við neinn nema Jesú, en þá sest maður fyrir framan mig á bekkin, þannig að ég komst ekki lönd né strönd. Og hann stoppar mig og fer að tala við mig og síðan býður hann mér með sér heim. Ég bláókunnugur maðurinn að hann tekur mig með sér heim og nota bene, hann bað innilega heilsa kirkjunni, Mike Kellett, ég talaði við hann í gær eða fyrradag. Hann býður mér heim og hann þurfti að keyra 20 mínútur til að komast heim til sín, síðan keyrir hann mig aftur 20 eða 30 mínútur niður á höfn í skipið mitt. Og við áttum þetta samfélag saman Jesú Krist. Og við höfum átt þetta samfélag alla tíð síðan, alltaf þegar ég kom til Fleetwood eða Grimsby, þá komu þau og sóttu mig, þau fóru með mig í ferðalög, þau fóru með mig út að borða og við höfum átt, ég búin að þekkja þessi hjón lengur heldur en konuna mína og við höfum alltaf átt samfélagi. Hvað var það sem tengdi okkur saman? Það var þetta kononia, samfélagið við Krist. Það tengdi okkur saman, það tengir okkur enn þann dag í dag saman. Þannig að í framhaldi af því, hver mesta þörfin hjá fólki í dag? Hver mesta þörfin? Í Bretlandi fyrir nokkrum árum þá gerðu ráðuneyti sem átt að sjá einmanaleika. Af hverju? Af því að fólk var einmana, af því að fólk átti ekki þetta samfélag sem við eigum. Og ég trúi því að það lykilatriði fyrir okkur að eiga samfélag við trúsystkini. Ég man þegar ég var kannski svona nýr í trúnni, þá langaði mig svo ofta að fara á samkomur þar sem var meiri fjöldi og okkur svona meira stuð og allt þetta. En eftir því sem árin líða að þá það samfélagi við Jesú sem skiptir mestu máli og þetta samfélag bara 1 og 2 saman, við erum að tala saman, við ræðum ritninguna og við uppörfum hver annan. Það finnst mér skipta mestu máli og við þekkjum hvort annað, við treystum hvert öðru og við erum heil í samfélaginu við hvert annað og við okkar Drottinn. Í 1. Korintubréfi, 15. kafla, 33. versi, þá segir
villist ekki vondur félagsskapur spillir góðum siðum. Og í nokkrum enskum þýðingum þá segir að þetta spilli geti spilt okkar karakter, hreinlega. Að vondur félagsskapur, hann getur brotið niður okkar karakter. Þannig að það skiptir máli hvernig samfélag við veljum okkur. Það skiptir svo miklu máli. Hvernig samfélag við veljum okkur og líka hvað við gerum til að rækja þetta samfélag. Ég sé stundum á Facebook fólki svona sjálfsvorkun og segir enginn hefur samband við mig, en við getum alltaf haft samband við þá sem ekki hafa samband við okkur. Við getum brotið ísinn. Þannig að, en spurningin aftur, hvernig samfélag? Og hvar fer þetta samfélag fram? Svona í Guðs húsi fer Kristi samfélag fram. Guðs hús eru náttúrulega fyrst við sjálf, þannig að við getum haft samfélag í heimahúsum, við getum haft samfélag í safnaðarhúsi eins og hér í dag, en það Guðs hús. Og einhver sagði, ég heldur vildi gæta dyrana að húsi Guðs en dvelja í tjöldum óguðlegra. Það Sálmur 84:11. Heldur vildi gæta dyrana. Og það mitt hjarta eftir að ég tók á móti Jesú. Mitt líf gjörbreytti svo gjörsamlega og að, ég vil helst ekki muna hvernig ég var, eða hvað ég sagði, hvað ég gerði. Sá maður, hann dáinn, hann ekki lengur til. Þannig að nú er ég ný sköpun í Kristi, endurfæddur og hið gamla varð að engu. En það hérna nokkrar ritningar sem mig langar að við förum í 1. Jóhannesarbréf og skoðum aðeins þetta með samfélag og með kristið samfélag. Í 1. Jóhannesarbréfi 1. kafla og 3. versi þá segir, já, það sem við höfum heyrt og séð, það boðum við einnig yður til þess að þér geti haft samfélag við oss. Þetta svolítið merkilegt orð vegna þess að hann að segja okkur, þú getur ekki haft samfélag við mig Jesúm Krist nema eitthvað gerist. Þess vegna ég að boða þér fagnaðarerindið Krist. Og ef við höldum áfram, þá segir hann, já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður einnig til þess að þér geti líka haft samfélag við oss. Samfélag vort við föðurinn, við son hans Jesúm Krist. Og þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkomin. En síðan segir í versi 7, en ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Þannig að þegar við erum komin inn í þetta samfélag og við höfum samfélag hver við annan, þá segir ritningin að þá göngum við í ljósinu og blóð Jesú hreinsar okkur af allri synd. Derek Prince, mjög þekktur predikari, hann sagði einhver tímann, ef við erum út úr ljósinu að þá hreinsar blóð Jesú ekki. Og það kannski skiptir máli hvernig við segjum þetta, en ef við neitum að eiga samfélag við aðra kristna að því að við teljum okkur betri eða eitthvað æðri eða á öðrum stað, að þá í raun orðið að segja okkur að við erum komin á þann stað að blóð Jesú hreinsar ekki. En þegar við erum í ljósinu og í samfélaginu, þá bara hreinsar blóðið. Þá vegna þess að Hebreabréfið segir okkur að við erum komin til blóðsins. Og þegar ég gengi samfélagi við Guð og systkini mín sáttur, að þá ég á þeim stað þar sem að ég stöðulega þvegin. Ég stöðulega þvegin í blóði lamsins. Ég bið alltaf bæn á kvöldin áður en ég fer að sofa, Drottinn, láttu blóðið þitt
vera yfir undir meðvitund minni í nótt. Þannig að mig dreymi réttu draumana og láttu friðin þinn varveita hugsanir mínar í Jesú Kristi. Þannig ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Í 1. Korintubréfi 10. kafla, og það tengist kannski máltíðinni sem við göngum inn í á eftir, 10. kafla frá 16. versi, 1. Korintubréf 10. kafli, 16. vers. Þar segir: Sá bikar blessunarinnar sem við blessum hann ekki samfélag blóð Krists. Brauðið sem við brjótum það ekki samfélag líkama Krists. Af því að brauðið eitt erum við hinni mörgu einn líkami, því að við höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. Lítið á Ísraels þjóðina eiga þeir sem fórnirnar eta ekki hlut í altarinu. Hvað segir þá að kjötfórnar skurgóðum sé nokkuð eða skurgó sé nokkuð? Nei, heldur að það sem heiðingjarnir blóta, það blóta þeir illum öndum eða fórna, þeir að færa fórnir. Þetta íslenskan notar að blóta, við erum með þorra blót eða þorra, í rauninni það þorra fórn og það heiðin siður og blóta þeir illum öndum en ekki Guði. En ég vil ekki að þér hafi samfélag við illa anda. Ég vil ekki að þér hafi samfélag við illa anda. Páll, hann tekur það fram og svo segir hann: ekki getið þið drukkið bikar drottins og bikar illra anda. Þannig að þú verður við verðum að velja, villist ekki, vondur félagsskapur spillir góðum siðum, og Páll að segja þeim hér að þeir þurfa að velja. En hann að segja, er fórnarkjöt eitthvað, ég meina, það eitthvað, má ekki borða allan mat? Jú. En þegar þú ferð og borðar þennan mat á sérstakri athöfn til þess að fórna til illra anda, og í flestum tilfellum þá fólk ekki að skilja það sé að fórna illum öndum, þetta voru heiðnar hátíðir, en þá þetta eiga samfélag við illu andana, segir Páll. Þú getur borðað allan mat, en þegar þú borðar mat í þeim tilgangi að fórna heiðnum guðum, þá þetta upphefja heiðna guði og þá að eiga samfélag við illa anda. Það sem Páll að segja hér. Og hann segir: ekki getið þeir drukkið bikar drottins og bikar illra anda. Ekki getið þeir tekið þátt í borðhaldi drottins og borðhaldi illra anda. Eða eigum við að reita drottin til reiði, munum við vera máttugri en hann. Þannig að við eigum ekki að gera það. Og þetta með blóð Jesú Krists, sem að okkur sagt að hans blóð rann fyrir okkur, að í Jóhannesar Guðspjallinu 7. kafla og 55. versinu þá talar Jesús, hann segir svolítið skrítið: hold mitt sönn fæða og blóð mitt sannu drykkur. Og þetta svona líkingamál, og þetta hljómar mjög svona, þetta sennilega gott fyrir guðleysingja að taka upp og segja þvílíkt bull, að eta hold og drekka blóð. Fáum næsta vers. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt í mér og ég í honum. Þannig að þetta kannski batnar ekki mjög mikið, en það sem ég sagði áðan að við ætlum að eiga samfélag blóð Krists og líkama Krists. Og ég var að íhuga þetta vers í gær, og þá myndist ég orða gamals trúbróður sem sagði: ritning útskýrir ritningu. Og þegar ég var bara að horfa á þetta vers, þá kom til mín annar vers sem í Filippibréfinu 3. kafla og 10. versi, og mér langar að gefa ykkur það. Það segir:
Ég vil þekkja Krist og kraft upprissu hans. Ég vil þjást með honum og líkjast honum í dauða hans. Gamla þýðingin segir, ja, mjög svipað. Ég vil þekkja Krist og kraft upprissu hans, samfélag písla hans. Samfélag písla hans. Og þetta, ég veit að þetta yfirskriftin sem hann hefur, hann Keith Wheeler, sem ber krossin, sem var hérna á ljósanótt í fyrra, að þetta versið sem að hann gengur út á að bera, eiga samfélag við písli Krists, og svo gengur hann með krossin allan heim. En þar sem, þegar við erum að eta holdið og drekka blóðið, það þýðir það í raun, þetta með holdið, að við höfnum ekki því að líða vegna Krists. Þegar að við þurfum að líða vegna samfélags okkar við Krists, að þá göngum við ekki í burtu, við etum holdið eða við líðum vegna hans. Amen. Þannig að það þýðir það, trúi ég. Blóðið hins vegar réttlætir okkur alltaf í öllum kringumstæðum. Við vorum að tala, ég og kona mín, hann Abimelek og Abraham í gær, og mannlega tala, þá finnst okkur óréttlátt að Guð hafi sagt við Abimelek að Abraham ætti að biðja fyrir honum, að því að það var Abraham sem laug, en Abimelek, hann hélt hann væri að gera rétt þegar hann tók Söru konu Abrahams, en máli var að og þetta svo öflugt ef við skiljum þetta, Abraham átti sáttmála við Guð. Þess vegna var Guð með honum. Og við syngjum hvorki þrenging né neyð, hvað getur gert okkur viðskila við kærleika Guðs. Að sjáðu, ef að þú ert á þeim stað þar sem blóðið þó að þér verði á, að þá sáttmálinn sem heldur, að því að Jesús, hann tók á sig þínar og mínar syndir. Þetta svo öflugt að skilja það að við erum í þessum sáttmála við Guð, að jafnvel þegar við gerum rangt, að þá rífur Guð ekki sáttmála sinn, hann stendur með okkur, og það skiptir máli. Eigum við þá að synga, segir Páll? Alls ekki. Það er ekki málið. En það er bara til að sýna okkur, þetta eins og barn sem á foreldra, það er sama hvað barni gerir, foreldrarnir elska það skilyrðislaust. Og það er eitthvað mjög öflugt við kononia, þetta samfélag sem að breytir fólki. Í Postulasögunni 4:13, þegar lærisveinarnir, þið þekki sögunum af Pétur, hvernig hann var með Jesú í 3 ár, og hvernig hann afneitaði Jesú, og ég talaði daginn að hann afneitaði og honum var fyrirgefið. Og það finnst mér öflugt. Það finnst mér mjög öflugt að jafnvel þó hann hafi afneitað, þá var honum fyrirgefið. En hér sjáum við að postularnir, þeirra ráðsherrarnir eða farisearnir sáu djörfung Péturs og Jóhannesar og skilda, þeir voru ekki lærðir, heldur óbrotnir alþýðumenn, undruðust þeir könnuðust við að þeir höfðu verið með Jesú. Já, það gerði gæfumuninn, og það var það sem breytti lífið þeirra. Þeir sá að þessir menn, þetta voru þessir menn sem höfðu verið með Jesú. Þannig að það breytti. Það eru fleiri hluti sem breyti okkar lífi. Hjónabandið hefur breytt mínu lífi, samfélagið. Mér var sagt að það væri, eftir ég gifti mig, að það væri alveg stórkostlegt að sjá hvað Woman's Touch gæti gert við Piparsveina heimili, það voru komin inn blóm sem að höfðu ekki verið áður, þannig að það kom nýtt líf inn á heimilið, og það kom margt fleira sem ennþá í gangi, að við eigum hrein samskipti hvert við annað. Samfélag byggir á hreinum samskiptum, og ef okkur líkar ekki eitthvað, þá segjum við það. Og
það er ekki skilnaður, það er sáttargjörð. Amen. Þannig að samfélag breytir fólki. Orðskviðin 27:17 segir járn brýnir járn og maður brýnir mann. Þess vegna skiptir máli við hverja við eigum samfélag. Ef að þú ert brýnari þá viltu taka einhvern aðeins til að brýna, en þú þarft líka einhvern til að brýna þig og ég líka. Og síðan eru fleiri vers hérna í orðskviðunum. Það er 13:20. Þar segir, eigðu samneyti við vitra menn, þá eru þú vitur, en illa fer fyrir þeim sem leggja lag sitt við heimskingja. Þannig aftur, það skiptir máli hvaða samfélag við eigum. Við viljum eiga þetta konónía samfélag við Drottin og við aðra trúa það. Það er ein ritning enn í orðskviðunum. Hún er 22-24. Legðu ekki lag þitt við fauta, segir hérna gamla þýðingin, reiðigjarnan mann, og eigðu ekki samneyti við hinn skapráða. Og hvað segir svo eftir? Til þess að þú temjir þér ekki hegðun hans og leggir snörur fyrir líf þitt. Amen. Þannig þetta eru svo góð ráð í orðskviðunum sem Davíð gaf Salomon syni sínum. Og síðan er það svona að lokum að Jesús Kristur, mér finnst það svo stórkostlegt, í fyrra Korinthubréfi 1:9, hann hefur kallað okkur til að eiga samfélag við sig. Við erum ekki óboðin, við erum boðin. Við erum boðin inn í samfélag með Jesú Kristi. Það segir reyndar að trúr er Guð sem hefur kallað ykkur til samfélags við son sinn Jesúm Krist. Og spurningin fyrir okkur er hvernig verðleggjum við þetta samfélag? Hvernig verðleggjum við það? Þegar ég fer í frí, að ég hef sagt ykkur áður, að það fyrsta sem ég ger er að leita mér upp í góða kirkja því að mig langar að eiga samfélag þó ég sé í frí. Ég er ekki í fríi frá því að vera kristin einstaklingur. Ég er í fríi til þess að elska Jesú og til að geta borið honum líka vitni þar sem ég er. Þannig að samfélagið við Drottin er það dýrmætasta sem ég á í þessu lífi. Og sumir halda að ég komi bara á samkoma alltaf að því að ég verða að gera það því að ég sé pastorinn. Nei, áðurinn að ég gekk inn í þá þjónustu, þá kom ég alltaf á hverja samkomu og ég leitaði uppi samkomur eða var ekki samkoma í minni kirkju. Þannig að þetta hefur loðað við mig síðan ég eignaðist þetta samfélag við Jesúm Krist. Það er það dýrmætasta sem ég hef eignast. Þannig að okkur er ráðlagt í Hebreabréfinu 10:25 að vanrækja ekki safnaðarsamkomur okkar, svo segir eins og sumra er siður, svo kemur þetta er ekki skylda, þetta er ekki kvöð, þetta er spurningum, það segir líka uppberfið því hver annan, vanrækja ekki safnaðarsamkomur ykkar eins og sumra er siður, heldur uppberfið hvert annað og það því fremur sem þið sjáu að dagurinn færist nær. Vegna þess að þegar við sjáum hvert annað, þá uppberfumst við. Ég man að ég var einu sinni hérna eitthvað að dunda mér fyrir utan og þá kemur trúbróðir og hann er reynda hérna í dag og ég var svona depressed og bara þegar ég sé hann kemur með sínum gjallanda og látum og hérna, þá vitið hver það er, en ég uppörfaðist allur vegna þess að það bara samfélag andans kom og þarna depurðin eða þunglindi, það bara hvarf á einu augabragði og ég bara tók gleði mín á ný. Það var samfélag andans
og það einmitt þetta, sjáðu, við þurfum ekki að vita allt eða vera svo klár eða heyra þennan predikar eða hinn. Það bara samfélagi við hvert annað sem að uppörvar okkur og heldur okkur gangandi. Þess vegna okkur sagt að vanrækja það ekki. Síðan segir það í Matteus 6:3 að það sem ég hef upplifað að flest vandamál sem kristnir, ég segja túlkinum að ég sé alveg að verða búinn, uppörvan hana, flest vandamál sem kristnir eiga við að etja í dag að þeir eru ekki að leita fyrst Guðs ríkisins. Vegna þess að Biblían segir, ef við gerum það fyrst, þá mun okkur allt annað veitast af auki. Og ef að Jesús var ekki lygari, þá mun þér allt annað veitast ef þú leitar hans ríkis fyrst. Ef þú setur það í forgang, ef þú setur ríkið í forgang, þá mun allt annað veitast fyrst. Og þetta snýst ekki það að verða, þetta snýst að langa. Og ef þið langar ekki, bitu þá Guð hungur. Ég var í fyrirbæna þjónustu á Kotmóti, þá voru margir sem kom og sagði, ég vil fá meira hungur eftir Guði. Það finnst mér yndislegt. Og ég bið Guð líka meira hungur eftir honum. Ég vil eiga, ég vil hungra eftir honum. Þannig að leitum systkini fyrst hans ríkis og verðleggjum samfélagið okkar sem ómetanlegt. Það það dýrmætasta sem við eigum. Ég myndi ekki skipta á samfélaginu við Jesúm Krist og systkini mín. Það sama hvað margar milljónir væri í boði. Ég vil ekki skipta á því vegna þess að það ekkert til sem dýrmætara heldur en samfélagið við ykkur trúsystkini mín og við Drottinn minn og frelsara Jesúm Krist. Ég ætla að enda á versi úr 5. Mósebók, síðasta versið, og það á alveg inngang inn í nýja sáttmálan og þar Guð að tala til Ísraels manna og hann segir í versi 19, ég kveð bæði, kapli 30, vers 19, ég kveð í dag bæði himinn og jörð til vitnis móti yður. Ég hef lagt fyrir þig lífið og dauðan, blessunna og bölvunna. Og svo kemur ráð frá Drottni. Sjáðu, við stöndum alltaf fram fyrir vali. Svo segir bara Guð, veldu þá lífið. Á hverju á ég að velja lífið? Til þess að þú niðjar þínir megi lifa. Með því að elska Drottinn Guð þinn, hlýða röstu hans, halda þér fast við hann, því að undir því að líf þitt komið. Og langjaður aldur þinn, svo að þú megi búa í landinu sem Drottinn sór feðrum þínum, Abraham, Ísak, Jakob, að gefa þeim. Þannig að Guð, hann svo góður að hann leggur fyrir okkur val og hjálpar okkur að velja. Og þegar við erum á prófinu, þá hjálpar hann okkur á prófinu. Hann hjálpar okkur. Amen. Já, við ætlum að slíta þessari samkomu í dag og við þökkum ykkur sem hafið verið með okkur hérna í Hvítasunnu kirkjunni í Keflavík og við byggjum Guð að blessa ykkur. Takk.